mér. Heyrist í mér núna? Já. Við erum komin í loftið, loksins. Þetta er að hafast, það eru 33 mínútur búin að leik Fjarðabyggðar og KA. Og heimamenn leiða með einu marki sem að Dimitrov Selko skoraði á 17. mínútu eftir horn. Mikið klaps í vítategnum, boltinn barst aftur út og hann var síðan alinn á fjárstöng og skallaði auðvitað í markið alinn á fjárstöng. KA-menn hafi verið sterkir og fengið nokkuð færi en ekkert sem að er teljandi þannig. En nú eiga heimamenn horn. Við þurfum að vera á tánum. Við fengum á sig mark eftir hornspyrnu. Kemur það fyrir. Ondo skallar á fjær, það er klaps í tegnum sem endar með að heimamenn eiga skoti yfir. Það er mikið breytt KA-lið í dag. Aron Dagur, 17 ára strákur í markinu. Callum og Davíð standa sína plikt í hafsendinum. Vinstra megin er Kristján að spila sin fyrsta leik í sumar og Bjarki í hægri bakverðinum. Archie og Frimmi eða Ólafur Aron og Dóri taka miðjuna. Hægra megin er síðan Orri og á vinstri kanti er gullfóturinn Petti og Ásgeir upp á topp. Ásgeir hefur verið mjög líflegur og það var hérna vafa atriði eftir einhverjar rúma 20 mínútur þegar Ásgeir komst einn í gegn og aftasti varnarmaður heimamanna braut á honum þegar hann var komin einn á móti markmanni. Aukaspyrna dæmd og gult spjald þegar KA-menn vildu fá með eitthvað meir en gult en dómarinn dæmi gult spjald og Ásgeir á síðan skot úr þeirra aukaspyrnu rétt yfir. En að leiknum nú eru komnar 35 mínútur og Kristján er að koma með hann fyrir. Þessi er langur og fer aftur fyrir. Í liði heimamanna þá er Úrós í marki, númer 2 er Emil Stefánsson, Ingibergur Ólafur sem kom að láni frá Fram er í vörninni, Stefán, Ondo, Elvar Þór, Andri Þór, Víkingur Pálmarsson, Hákon Þór, Selko og Haraldur Þór. Þetta er byrjunarliðin í dag og búið að vera einn hörkuleikur, aðstæður ekki þær bestu sem er hægt mikið bleyta á vellinum en annars fínasta veður en menn eiga erfitt með að fóta sig á vellinum og má alveg búast við einhverjum skrautlegum tæklingum þegar það fer að líða á en mjög margir búin að renna hérna á þessum fyrstu 35 mínútum og á örugglega eftir að verða bara meira eftir sem líður á leikinn því að það hættir ekkert að rigna þó að það aðeins minnka eftir sem hefur líða á leikinn en hér fyrir í dag var mígandi rigning og mikið bleyta. Heimamenn með innkast út frá eigin vítateg. Archie vinnur hann og ekki fyrsti boltinn sem hann vinnur í dag og fær aukaspyrnu og stilla menn upp. Aron tekur vantarlega þessa aukaspyrnu. Þannig að stillum við upp, dómarinn segir að mennum að býða til flautinu meðan hann rekur vegginn í burtu. Callum og Davíð mæti inn á teig og kemur fyrirgjöfum frá Frimma, kemur á fjær og vel gert hjá markmannum Archie með skot og það er laust og framhjá. Hann hefur ekkert verið þekktur fyrir sín þrjumu skot drengurinn en að gera að reyna, öðru sér skora menn ekki. Það er á Frimmi vinnur skallan, heimamenn vinna seinni boltan og koma hann út á hægri kant. Þeir hafa verið að sækja meira upp hægra megin, herja aðeins á Kristján sem gerir þetta vel núna og setur boltan út af. Þetta er búið að vera hörkuleikur.
þegar við kemum með langt innkast. Þetta búið að vera tískandoltið eftir EM í sumar að flest öll lið í efstu deildunum stilla upp í löng innköst. Sjáum hvað verður úr þessu. Bygg á nær, Archie skallar frá, laus bolti og enda með að við náum að hreinsa þessu bolti í burtu. Nei, kemur aftur inn í. Davíð fyrir upp og kemur svo boltanum frá. Orri mætir með hann komin upp á hægri kant. Það tækifæri að sækja hratt. En Ingibjörgur gerir vel, stoppa boltan, Archie vinnur hann aftur og kemur svo langur bolti upp á markmann. Það einn leikur búinn í deildinni í dag. Leiknir Reykjavíkur og Huginn áttust við í Reykjavík. Leiknum endaði með 1-1. Jafntefli og Hugismenn halda áfram að safna stigum í þessari hörðu botnbaráttu sem núna í gangi í deildinni og fara örugglega sáttir með stigið heim þó að menn hafa vilja alltaf 3 en þá held ég að þetta sé góð úrslit fyrir þá. Það einhverjar 10 mínútur eftir af leik Þórs og Grindavíkur á Akureyri sem að Þór að vinna núna 3-2. Þannig að nú aukaspyrna sem við höfum hérna á hægri kantinum. Aron tekur hana stutt. 5 mínútur eftir rúmar fyrir áleiknum. Bjarki færi hérna í fínni stöðu til þess að gefa hann fyrir. Kemur með hann, kemur á fjær. Ásgeir skallar hann út. Petti fer þarna, nær touch á boltan, berst boltinn út til Kristjáns. Hann spilar á Aron og við fáum innkast á móts við vítateigshornið, aðeins aftar kannski. Callum fær hann og annað innkast. Nei, Callum tapar boltanum en Aron gerir vel og vinnur hann aftur. Archie kemur upp. Léleg sending, nú hætta. Þeir sækja hratt. Davíð 1 á 1 en gerir vel og spila boltanum aftur á Aron. Aron ljón heppinn. Boltinn skoppar illa fyrir hann og nú þeir í vondum málum. Nei, Fjarðabyggð átti þarna tækifæri 3-2 að sækja hratt á refsókur en lélegt touch. Petti kemur upp, þetta búið að vera hörku fótboltaleikur og Petti inn í sendingu í gegn en Orri aðeins og seinna sendingin aðeins og föst. Það pínu erfiðar aðstæður í dag og liðin eiga erfitt með að spila en á móti kemur þá býður hann upp á alvöru tæklingar og læti þegar svona mikið bleita. Archie byrjaði hérna með boltan, rúlar hann tilbaka á Davíð, færum hann aðeins yfir. Bjarki kemur hérna með boltan upp hægra megin. Það sendingu Orra sem tekur hann, ætlar að taka með sér en varnarmaður gerir vel, spilar á markmann. Þetta pínu hættulegt, þannig erfitt með að hreinsa. Við pressum hérna hátt á vellinum en þeir leysa þetta mjög vel heimamenn. En Petti gerir vel og vinnur hérna innkast. Boltinn komin í gang, Archie með hann. Færir hann yfir á Frimma. Ásgeir kemur en dæmdur rangstæður. Ég sé það að Þórsar var komin til 4-2, þeir eru 5 mínútur eftir. Káamaðurinn Gunnar Stefánsson skora enn eitt marki í sumar. Þannig að það er mjög mikilvægt fyrir Káa.
Hann kemur með hann á Orra. Orri með mann í bakinu. Ingibergur gerir vel. Heimamenn koma boltanum í burtu. Vægja hættinu frá alla leið aftur og Aron markmann. Þarna Artsi með sending út á Bjarka. Bjarki sleppur vel en enn einu sinni það Ingibergur sem stígur út og vinnur boltan fyrir Fjarðabyggð. Búinn að vera sterkur í vörninni hjá þeim í dag. En nú boltinn kominn aftur á KM-menn, heimamenn svona þarna að síga og halda stöðunni, vilja komast inn í hálfleikinn með forystuna eðlilega. Þeir þurfa stigin, þeir þurfa punktana. Heimamenn spila hérna upp vinstri kantinn og það kominn hálfleikur. Það var ekki bætt við sekúndu. Flestir eru örugglega bara fegnir að komast inn í hlýjuna, inn úr bleytunni, en við komum aftur í seinni hálfleikinn. Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4.-5. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn.
kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram
Eru við konið í loftið það? Heyrðu, þá er seinni hálfleikurinn farin af stað, heimamenn leiða 1-0 og heyrðu, við byrjum bara strax á fyrstu mínútu, jæja. Orri með sendingu gegn Ásgeir sem enda hjá markmanni. Það er lokið leik Þórs og Grindavíkur með 4-3 sigri Þórs. Já, því sem virðist það hafa verið bragðlítill leikur. Nei, alveg hörku leikur 4-3 þar sem að Þór á góðan sigur á móti Grindavík og opna dyrnar fyrir okkur að bæta eins í hérna forskot okkar á Grindavíkur og bara vonandi að menn stígi upp núna í seinni hálfleiknum og jafni þennan leik og klárum þetta bara með góðum sigri hérna. Orri kemur upp hægra megin en missi boltan, kemur langur bolti fram en Kallur tekur hann beint í spil á Bjarka. Bjarki á Dóra og fær hann aftur, flott spil, kemur Orra og Dóri hleypur hérna upp hægra megin. Þannig er ítt í baki á honum og bakrýting dæmd, fáum við fínt tækifæri til þess að gefa hann inn í hérna. Koma stóru mennir upp, bæði Davíð og Callum kom inn í. Aron tekur fyrirgjöfina, kom einhver hlaup núna, Aron kemur með hann. Einhver misskilningur þarna, þetta var greinilega eitthvað sem hefði átt að vera á æfingasvæðinu en ég veit ekki hvort það var misskilningur með hlaupið eða heyrðu, Orri fær frían skalla á fjær og þetta var nú bara hörku færi sem Orri fekk þarna á fjær eftir góða sendingu frá Dóra en skallin því miður framhjá. Kemur langt útspark og boltinn enda hér Kristján sem sendir hann á Aron og Aron aftur á Kristján, þetta er vel leyst. Kristján kemur upp, sendir hann upp í hornið og mér sýnist að Ásgeir nær þessum bolta og fær horn. Aftur förum við upp með stóru menna, Davíð og Callum kom inn í teginn og Frimmi tekur þetta. Káamenn hérna eru varamenn fannir að hita upp og Aron kemur hann inn í, flott horn, sýnst að Archie eða skallarna nær, markmaður kemur út, missir á honum og þeir bjarga á línu. Held að þetta veri Archie sem átt skot þarna sem var varnarmenn verja á línu. Pressa Káamenn að aukast hérna. Dóri með boltan. Færi hann yfir á Archie. Archie allaleg yfir á Bjarka og Bjarki hefur pláss á tíma. Kemur með boltan inn á teginn, flottu bolti. Og heimamenn skalla þetta í burtu og annað hornið. Pressa Káamenn aðeins og aukast núna. Við erum að fylgja þessu eftir, fengum fínt færi sem heimamenn björga á línu hérna í síðasta horni. Og þurfa menn bara nýta þessu yfir marklínuna. Kemur fyrirgjöfin, skalli og nei. Orri í dauðafæri á markmannum en ég veit hreinlega ekki hvort þetta var markmaðurinn eða varnarmaður sem bjargaði boltinn endaði hjá markmanni. Þeir reyna langa bolta fram. Aron gerir vel og kemur út úr tegnum og spila hann út til hægri á Petta. Petta upp í hornið og Geira og heyrðu, þetta hlýtur að vera víti. Ásgeir nær boltanum undan markmanninum. Já, hérna, hann dæmir horn. Þetta var nú ótrúlega að sjá, ég er eiginlega viss um það að Ásgeir nær boltanum. Ég er alveg viss um það að það var Ásgeir sem sparkaði þessum bolta út af þannig ég skil ekki af hverju horn. Davíð ræði hér við dómarann. Sjáum við eitthvað í endursýningu? Því miður engin endursýning. Hér liggur einhver heimamaður, ég sé nú ekki hver þetta er.
En við fáum horn. Þarna var markmaðurinn Ljón heppinn að vera bara einfaldlega inn á vellinum. Mér finnst Orri vera að fá gult spjald, það er væntanlega fyrir eitthvað tuð í framhaldi af þessu. En ég held nú að Orri hafi eitthvað til málan að leggja, enda mjög greindur drengur. Ólafur Aron tekur hornið, heimamenn er einu færri núna, maður fór út af meiddur. Það er ekki að koma inn alveg strax. Aron gefur með hann, boltinn fjær. Orri, nei, Petti er það endar, sem missi boltan síðan aðeins svo langt frá sér og heimamenn á að bjarga í innkast. Mikil pressa núna frá K.A. Mark heimamanna. Kristján kastar inn, Geiri leggur hann að Dóra, en heimamenn enn og aftur ná að hreinsa þessu frá. Dóri fyrir upp í boltan, vinnur hann kemur að petta, við höldum pressuna áfram. Og heimamenn koma þessi út fyrir einaferðina, en leikurinn er nú bara meira og minna allur að fara fram hérna á vallarhelmingi heimamanna eins og staðan er núna. Geiri fær hann í lappir inn í vítegnum. Rennur nú bara helskiti, ég held að þetta sé ekki neitt, mér sýnist hann bara að renna. Þannig að Callum kemur upp á Petta, Petta og Kristján með hann inn á teginn. Og það er færi Dóri á öllum mönnum og Dóri skorar, frábærlega gert, það hlaut að koma að þessu, mikil pressa búin að vera á. Geiri leggur hann út á Dóra og hammerinn Dóri með markið, búin að jafna 7 mínútur í seinni hálfleik kom markið og þetta lá hreinlega í loftinu. Við erum búin að, leikurinn hefur farið þessar 7 mínútur einfallega fram á vallarhelmingi heimamanna og vel gert, mikil pressa og Dóri kemur og klárar hennar leik. Nú er einhver ráðstefna og hinum megin aðstoðardómari að tala við dómarann. Sennilega er þeir nú bara að reyna að komast að eitthvað skora þetta mark, ekki fyrsta skipti í sumar sem menn sýtja vitlausa nöfn á skýrsluna, en við bendum á, það var Halldór Hermann sem á þetta mark, er í endursýningu. Ásgeir gerir vel, leggur hann út á Dóra sem að setur hann inn. Akkurat sem við þurftum, kom okkur strax inn í leikinn, jafnan, og nú höfum við, ja, góðan hálftíma, 37 mínútur til þess að koma okkur aftur inn í hann, eða einfallega klára þennan leik. Við þurfum á 3 stigum að halda hérna til þess að einfallega koma okkur í fyrsta setið. Hörku tækling hérna á Aroni, já, dómarinn dæmir að hann hafi farið af heimamanni, ég er endur ekki sammála þessu, ég vil meina að Aron hafi bara náð þessum bolta, en eins og ofta áður þá hef ég ekkert þetta að segja. Og heimamenn eiga hér innkast, kominn alveg aksjón í þetta. Ásgeir virðist að fengi eitthvað högg þarna og leitar út af, virðist blæða úr, þannig að sé bara með blóðnasir eða sprungna vör, ég sé það ekki hérna. Þetta er ekkert alvarlegt, vonandi. En heimamenn komin í gang aftur, færa boltan hérna aftast, Ingibjörgur með boltan. Kemur langur upp hægri megin, Kristján upp og heimamenn taka hann, en boltinn endar í höndunum hjá Aroni. Aron búinn að vera flottur í þessum leik, gat lítið gert í markinu, hefur verið öruggur í sínum aðgerðum, flottur strákur, 17 ára. Og mikla framtíð fyrir sér. Kemur Ásgeir inn á völlinn aftur og liðin orðin jafn mörg aftur, þannig að heimamenn koni hérna yfir á vallarhelming K.A. Kemur boltinn í gegn, Callum heldur.
fyrirgjöfin. Mér sýnist Aron vera með þetta. Aron, já, hreinsar en boltinn endar á Dóra. Spilum út úr þessu, vel gert. Dóri upp á Orra en Ingi gerir vel. Ekki fyrsta skipti í þessum leik sem hann stígur fram fyrir Geiraði Orra og nær einfaldlega að losa pressuna. Hún er að spila mjög vel í dag. Innkast upp á Geira, Geiri flikkar en Ingibergur losar og setur hann upp. Callum setur boltan hérna út, stutt. Og já, hér dæmir dómarinn ekki neitt. Aron setur boltan upp, Ondo skallar þetta. En gullfóturinn allar að taka niður, ef hann rennur þá er alltaf brot. Boltinn komin í gang, Callum með hann, færir hann hérna bara aftast yfir á Aron Markmann og Aron yfir á Davíð. Dóri með skallaði hérna út á Orra en heimmenn komast inn í þetta. Hákon skiptir hérna kant yfir á Emil. Halda boltanum, fær hann tilbaka á Ondo. Ondo og Ingiberg, þeir Geiri pressa vel. Sjáum vel hérna og það eru pollar á vellinum. Orri vinnur hann síðan setur hann í Ingiberg. Það var lítil hreyfing hérna hjá heimamönnum. Bjarki setur boltan strax í leik tilbaka á Davíð. Davíð kemur með hann hérna yfir á Kristján. Kristján lendir undir pressu strax. Kemur hann upp á Petta. Petti heldur hann inn á en heimamenn vinna hann. Haraldur og Ondo spila hérna á milli sín. Boltinu upp og já, Davíð gerir vel, menn voru við það að komast í færi hérna. En Davíð gerir vel, kemur boltanum út. Heimamenn vinna hann aftur. Heimamenn hérna er að pressa aðeins, komni meiri inn í leikinn heldur en fyrstu mínútur í seinni hálfleik þegar þetta var algjör einstefna hálfleik KA. Nú færum við boltan hérna yfir, Haraldur fær hann, Ondo, þannig að spila er vel, en þessi bolti kemur upp í hornið en fer út af. Kristján tekur innkastið upp kantinn á Ásgeir flikkar þessu en enginn á bakvæðan, Ondo frían skalla. Þetta er með skemmtileg hné. Og kemur Orri komið stöðuna, komaður hérna hratt, sækja hratt, Orri á Geira. Geiri fer á Ingiberg heldur. Og Geiri kemur hvað? Geiri með skot í slána, Kristján. Nei, Kristján kiksa boltan hann í fínu færi. Brotið Ondo en dómarinn lætur leikinn halda áfram. Vel gert, þeir sækja hratt. Það er Hákon sem kemur hérna upp og rangstæða dæmd. Ég er nú ekki frá því að þetta hafi einfallega bara verið rangu dómur. Dómari gerir vel, gefur Aroni gult spjald fyrir brotið áðan og Ondo. Dómari leikinn halda áfram en spjalda núna. Hárrétt og vel gert til dómaranum. Þarna voru við ræður upp, Ásgeir með flott færi, skot í slá. Kristján síðan með frákastið en hittir hann ekki. Þannig að Aron kemur með langan bolta upp. Þannig að vantar Geira sem er aftur komin út á hliðlinni í einhverja aðhlýningu. Þarna sama dómarinn ætlar að leyfa hagna sem verður ekki. Orri kemur upp hægra megin, kemur með krossinn, góðu kross. Ingibergur mætir honum, losar þetta og heimamenn spila hérna vel út úr þessu og fá innkast boltinn af Bjarka.
koma heimamenn. Selko með boltan, hann er búinn að vera sterkur á boltan þessi strákur. Og þarna brotið á honum. Ég held þessi púra gult spjald, lítið að segja þessu. Callum stígur út, tekur brotið. Lítið að segja þessu. Selko er búinn að vera sterkur á boltan, hann er svona þeir að finna hann í lappir og hann gerir vel. Nú nota menn færa hafsendana hérna upp. Ingibjörgur kemur hérna, Ingibjörgur með sterkur í loftinu. Andri kemur líka. Koma hérna á fjölmenn á fjársvæðinu, þeir eru með auka mann hérna fjær. Hákon Haraldur gleymist hérna fjær. En Aron gerir vel, kemur út og hirðir boltan. Aron kemur strax hérna upp kantinn, vel gert á Petta. En Haraldur kemur og losar pressuna, setur boltan út af. Færum boltan yfir, Artsi og Dóra, Dóri yfir á Bjarka. Nei, miskilningur þetta milli Dóra og Bjarka. Bjarki sendi boltan beint á Elvar Þór. Elvar upp á Selko. Og færi boltan hérna yfir á Harald. Haraldur 1 á 1. Kristján vísar honum inn. Heldur á Elvar. Aron komin í baki á honum, allir komin í stöðu. Færi hann hérna yfir á Stefán Þór. Stefán upp í lappir á Selko sem gerir vel eins og oft áður í leiknum að halda boltanum. Bjarki finnur Orra upp á Geira, möguleiki sækja hratt. En áfram segir dómarinn, Stefán kemur með hann. Komaður upp vinstra megin. Það er á bolt, já, sending inn á Davíð losar setur hann hátt í loft upp. En boltinn af Emil og út af, Káa þetta innkast. Davíð sendir eitt langan hérna upp á Orri nær flikkinu. En Andri kominn djúpt með á bakvið Ingibjörg þarna. Skynsamur á nokkra metra á Ásgeir og leysir þetta vel. Kallinn kominn á boltan, setur hann á Frimma. Kallum alla leið tilbaka á Aron. Hákon pressar hann. Aron losar þetta út á Bjarka. Aron alveg rólegur á boltan og við séum bara 17 ára, ekkert stress. Hér kallar Aron á dómaran og það er aðstoð og stoppar tíman til að láta reyma hjá sér. Og sjálfsögðu fyrirliðin eins og sönnum fyrirliða sæmið ríkur til og reymar tvöfalt fyrir strákinn, enda ungu strákur og nauðsynlegt að gera tvöfalda slaufu þannig að hann setja að halda að leika áfram. Káa innkast, færum okkur upp völlinn, upp í hornið á Geira. Orri er að berjast boltan. Mikil barátta á miðjunni. Heimmenn Elvar Þór kemur boltan út úr þessu. Boltin upp á Selko. Elvar kemst framhjá. Þeir eru eiginlega 2 og 2 núna. Og einhver misskilningur þarna. Þetta Selko hafa ekki vita hvort þetta ætti að vera sendinga eða hvort Elvar hafa ætlaði að fara sjálfur. En boltin endar hjá Aroni. Ég sé það Óskar, aðstoðarþjálfari, er hérna að ræða við einhverja stráka og segja að gera sér klára hérna í uppbytuninni. Þeir eru hérna að hita upp. En kallum við sendingu á Kristján en aðeins og löngu út af, heimamenn með innkast. Langur bolti hérna, nei, þessi er of langur, vel beint út af. Aldrei möguleiki að ná þessum. Það sýnist þetta að vera Hallgrímur sem er að rölta þarna yfir og gera sér kláran. Kristján kastaði hérna upp völlinn. Og
Heimamenn eiga innkast. 25 mínútur eftir, við þurfum annað mark. Við þurfum að vinna þennan leik. Mér sýnist þetta að vera tvöfald skipting. Mér sýnist, já, þarna það. Þeir eru bæði Elvar Árni og Hallgrímur að gera sér klára að koma hérna inn á síðustu 25 mínútur. Brjóta upp leikinn. Aron með flotta sendingu yfir á Bjarka sem hefur núna tíma til þess að koma með krossinn, fer 1 á 1 og kemur krossinn að fer af manni og Frimmi og Geiri í færi og hvað gerir Ásgeir? Vel frábær tækling hjá Haraldi Þór. Ásgeir var komið þarna í gott færi, ætlaði að draga hann yfir á hægri löppina en Haraldi Þór með frábæra tæklingu og bjargar þessu í horn. Aron með ennin á hornspyrnu núna í seinni hálfleiknum. Kemur boltinn fyrir Callum, en Haraldur enn og aftur bjargar þessu í horn. Kemur hann aftur. Elvar skalla frá, Ondor ennþá lengra. Petti fær núna boltan undir pressu, spilar að Bjarka, skynsamur. Bjarki setur hann út á Orra. Nú er tækifæri til þess að heimamenn að sækja hratt. Við erum undirmannaði hérna tilbaka. Sýnist þetta að vera Emil sem kemur hérna upp en Davíð og Dóri reynslan þarna leysir þetta saman. Archie með boltan út á Orra. Það verður forvöld að sjá hvaða breytingu Tófa gerir á liðinu núna þegar þegar Elvar og Hallgrímur koma inn á. Ásgeir er búinn að vera hættulegur í þessum leik. Spurning hvort að það verði einhver færsla þannig að Elvar komið fram og Ásgeir á kantinu öðrum megin. Kemur Petti og Haraldur enn einu sinni að stoppa sóknir okkar núna. Búinn að vera mjög sterkur hérna varnarlega í seinni hálfleiknum. En kemur svo með langan bolta fram sem enda beint í höndunum á Aroni. Það var tækifæri heimamenn að segja hratt þarna. Callum hafði farið upp á völlinn og við vorum einu færri tilbaka. Við erum búin að vera að fara mikið upp hægri kantinn hérna í seinna hjá Bjarka og Orra. En við höfum kannski ekki alveg náð að nýta eins og við hefðum viljað. Við höfum boltinn fram, Davíð rennur hann tilbaka á Aron. Aron alveg rólegur, spila bara út á Callum. Callum svalur, tekur mann á. Spila svo Kristján. Kristján ætlar að setja hann upp. Og ég held við séum að fara að skipta núna. Dómarinn stoppa hérna leikinn. Gefum henni tíminn til að skipta. Og það eru Hallgrímur og Elvar Árni sem eru að koma inn á. Petti er að fara út af. Og sýnist það líka að vera Orri. Petti og Orri fara út af. Þá væntanlega verður það þannig að Elvar Árni kemur upp á topp. Ásgeir fer væntanlega á hægri kantinn og Hallgrímur vinstra megin. 20 mínútur rúmar. 21 mínúta eftir. Plús uppbóta tími. Elli strax fær hann á hausinn, nær ekki flikkinu samt. Boltinn að Kristjáni og heimamenn innkast. Boltinn upp á Elvar og Callum gerir vel. Vinnur boltan, setur hann í Elvar og út af. Kristján með innkastið. Elli, flikk. Andri nær boltanum. Sendir hann langan á Selko. Selko með Callum í bakinu sem stígur út og fylgir boltanum. Næði touchi og boltinn berst til Archie. Archie lappir og Geira. Það er akkurat þannig, Geiri komin út hægra megin. Við höfum verið að komast upp og boltinn inn. Dóri fær hann og leggur hann út á Geira. Og Geiri og Seinn. Stefán gerir vel og vinnur boltan á honum. Archie vinnur hann aftur. Aron með hann. Aron með skot og
þægilegt fyrir markmanninn, það var andaði aðeins kraftinn í þetta. Boltinn af Selko og Callum skynsamlega lætur boltan fara út af. Kastar hann svo á Davíð. Davíð kemur svo með að langa fram á Ingiberg, A1. Það lá ekki svona á, setja boltan strax upp. Við vinnum hann aftur, komin að Geira, Dóri með hann. Upp í lappir og Ella og Geira. Það er pláss þarna hægra megin, við erum búin að sjá það núna, boltinn langur. Andri gerir vel nær touchinu og fipar Hallgrím. Hallgrím er á Kristján aftur, en aðeins og langur bolti. Koma ferskafætur inn á með Hallgrím og Elvari. Vondi gefa þeir okkur þessi þar til þess að klára hennar leik. Það er tækifæri núna til þess að taka gott forskot á Grindavík. Þeir mistiðu sig í dag. Kallinn kemur upp með Selko nær skallanum. Hákon er með boltan, pressa bæði hjá Elvar og Hallgrími núna. Boltinn á Andra. Andri svalur á því, snýr á Elvar, kemur boltan alveg upp í horn. Callum er með hann og Callum líka svalur, snýr á Selko, spilar hann yfir á Davíð. Davíð með boltan á Dóra. Dóri fær hann út hægra megin. Nú er byrjað að bæta aftur í rigningunni hjá okkur eins og var hérna kannski í byrjun leiks. Já, það er hápressa, Geiri nær touchinu en Ingibergur með eitt langan fram. Það er pressa hjá Selko, Callum sem fyrr svalur á boltan, spilar hann tilbaka á Aron og Aron bara aftur á Callum. Callum og Archie. Menn er óhrættu að spila honum, vel gert. Dóri A1. Dóri kemur svo með hérna vinstra megin yfir á Hallgrímur tekur hann, segir Kristján að halda áfram. Komaður 2 og 1. Hallgrímur upp á Ella, við höfum séð þessu uppskrift áður. Elli með skot en framhjá. Við höfum séð þá gömlu völarana, finna hann hvort annan mikið. Hallgrímur leitar að Ella og finnir hann hérna í lappir og Elli með skot framhjá. Callum A1 tekur boltan niður, færir hann upp á Frimma á Hallgrím. Hallgrím er á Kristján. Já, vel spilað, vel leist. Archie færir hann yfir á Bjarka. Gott spil hjá okkur núna. Hallgrímur færir hann, mjög hreyfanlegur. Stefán losa boltan út af. Kemur upp á Ella, Hallgrímur á með skot. Nú var Elli sem fann Hallgrím, en Hallgrímur með skot með vinstri sem var nú ekki mikil ógn í. Kemur langur bolti en þetta fer bara beint í hendunar á Aroni. Hákon öskra hérna á sína menn, það verður einhver að vilja að fá boltan. Óánægður með hreyfinguna á fremstu mönnum. Við komum enn og aftur á stað hérna hægra megin, Bjarki með boltan, Davíð lúppar hann hérna upp í horni á Ella. Elli heldur Ingiberg frá sér, kemur svo með hælsendingun upp í horni en heimamenn setja þennan bolt út af. Bjarki kemur fyrirgjöfina, Ondo losar þetta út, Kristján fyrir upp og skallar þetta. Langur bolti fram, Callum setur hann í fyrsta á Davíð. Og Davíð kemur hann upp í horna en þessir og langur. Davíð biður Ella hérna afsökunar. Slæsa hann aðeins út fyrir. Selko kom henni í lappir en Frimmi mæti framan á og vinnur boltan. Archie setur hann í lappir og Grímsa og Archie aftur út á Geira.
Geiri í þríhyrning, Stefán les þetta, leysir þetta vel og fylgir boltanum bara út af. Sendingin ekki alveg á hjá Dóra þarna en reynir hana samt. Sýnist heimamenn vera að skipta Það er Andri sem fer út af og mér sýnist þetta vera Aron Gauti sem að koma inn á. Ég sé það ekki alveg strax og Ondo virðist alltaf falla niður í hafsendi með Ingiberg í staðinn fyrir Andra. Og þá kemur Aron Gauti vantilega bara inn á miðjuna. Aron Gauti efnilegu strákur. Ef maður rétt fæddur 97. Og já, Aron Gauti passar. Efnilegu strákur sem kemur hérna inn á fyrir heimamenn. Kemur beintinn á miðjuna og Ondo fer niður í hafsendin með Ingiberg. Elli vinnur boltan. Þarna er brot. Spurning hvort að hann ætla að spjalda hann. Ég held hann tala hann bara til. Jafnvel gefi Svaninn í tilefni dagsins. Nei, hann virðist alltaf að gefa gult spjald. 7. Það er Ondo sem fær gult spjald. Ég veit ekki. Ég fannst dómarinn alveg geta sleppt þessu. Hann hefði geta veifað á honum. Hallgrímur sem er stutt á sendingu og Archie með eitthvað skot af 40 metrum sem að er langt frá markinu. Heimamenn með útspark. Aron skallaði þetta undir touch á Hallgrím sem ætlar að setja hann á Dóra en Dóri rennur og heimamenn konur með hann, Hákon með hann hérna hægra megin. Boltinn færi hann yfir Aron. Aron vipp honum í gegn hérna á Selko. Kallum í bakinn á honum. En því miður ekki nógu góð sending. Elli með einhverja chip á Hallgrím og enda svo með að Ondo tekur boltan út af. Kristján hérna Hallgrím með boltan núna. Færi hann yfir Archie. Archie út á Bjarka. Við höfum verið að komast mikið upp hann að hægra megin. Geiri flikkar þessu. Heimamenn á hann niður og Ingiberg kemur með einn langan. Kallum, skynsamur, skallar þetta á Davíð og Davíð setur hann upp. En er það Ingibergur sem stígur upp og vinnur boltan. Þannig kemur Ólafur Aron í hættulega tæklingu. Það er að passa sig, er á guli spjaldi. Kemur boltinn í gegn. Og já, nú held ég að dómarinn sé bara dæma aukaspyrnu hérna aftarlega á vellinum. Hann leiði þeim semst á hagnað og heimamenn fá hérna aukaspyrnu. Þeir ætla að færa stóru menna upp. Ondo og Ingibergur koma hérna fjær. Nú þurfa menn að vera klárir. Elli kemur hérna. Það er laus maður hérna fjær. Kemur Ásgeir, ég veit ekki hvort Ásgeir er með hann. Hákon með skallaðin. Lítil hætta þessu. Flikka honum aftur fyrir sig. Það eru rúma 10 mínútur eftir. Við þurfum 1 mark. Archie kemur upp, skallar hann áfram á Ella. Elli skúpar hann inn upp í hornið á Hallgrím sem nær hann niður. Aftur, já. Elli komið með hann, færum hann yfir. Aron. Og Aron með hann í gegn á Hallgrím. Herðu! Hann átti Hallgrím, ég veit ekki hvort það var skottilraun eða hvort hann ætlaði að koma með hann fyrir á Ella en af heimamönnum fer hann og aftur fyrir einhverju byrjum víti, ég held ekki. Kemur Hallgrímur út og tekur hornið. Kemur hann á. Herðu og það er mark.
Ég held þetta hafi verið Elvar Árni eða hvort þetta var bara einfallega sjálfsmark. Mér sýnist það, þetta hafi bara verið sjálfsmark. 10 mínútur eftir, markið komið sem við þurftum. Grímsi með hornið. Hvað segir endursýningin okkur? Sjáum við hvort þetta var sjálfsmark? Við gruna það, svona miðað við hvernig okkar menn fögnuðu þessu. Ég held að Elli hafi fagnað þessu meira ef hann hafi ætlað að hirða þetta mark. En við þykjum markið hvernig sem það kemur. 10 mínútur eftir, 9 mínútur nákvæmlega pluss uppbótartími. Kemur eitt langur hérna frá Ondo upp á Emil. Emil gerir vel í að halda honum inn á. Nú má búast við að það færist enn meira fjör í hennar leik. Þarna vinnur Ólafur Aronan. Ondo gerir vel, losar hann upp í horn. Kemur hann langur. Lilli kemur og tekur hann. Aron, það er að segja Aron Dagur, stígur út, tekur hann bolta. Skulum sjá. Endur sínu marki hérna, sjáum, Hallgrímur kemur fyrirgjöfuna, sjáum við hver á síðasta touchið. Nei, við sjáum það ekki nógu vel. Ég held mig við þetta hefur verið sjálfsmark þangað til annar kemur í ljós. Byggið það eingöngu á því ég held að Elli hefði fagnað meira ef hann hefði átt síðasta touchið. Koma þeir með hættulegt færi núna, hættuleg fyrirgjöf. Davíð á réttum stað. Heimamenn með marga menn inn á tegnum, 8-9 menn hérna inn á tegnum, kemur að langur. Elvar heldur hann inn á. Kristján gerir vel, vinnur boltan á honum. Losar hann fram. Stefán. Elli vinnur hann. Archie kemur með hann og Dóra og Ella og Dóri upp í horn á Geira. Hvað gerir? Það er farið að draga af Geira. Búin að vera mjög duglegur og ógnandi. Mikil herðu, hann vinnur hann á honum. Þetta er mark, þetta er mark. Ásgeir vinnur hann á honum, markmannum, og þú færði ekki ódýrari mörk en þetta. Ásgeir, vel gert Ásgeir Sigurgeirsson. Ég vil kannski gefa honum mark nr. 2. Ég var búin að lofa því við menn að hann myndi gera að minnstakosti 2 mörk í dag. Þarna kom allavega annað, ég kannski set mark nr. 2 á Geira til þess að vera maður orða minna. En 3-1, frábært. Ég sé að netmiðlar skrá mark nr. 2 á Archens Nkumu, ekki það verra. Archie sagður að hafa skallað hann boltinn, við fögnum því ef það er. Þannig að svo eru einhverjir að senda á mig hérna og láta vita að einhverjir hafi hort á að boltinn hafi bara farið inn úr hornspyrnunum frá Grímsa. Mér líst eiginlega enn betra á það að Archie hafi skorað. Ég man varla eftir hann hafi skorað á æfingu. Heyrðu, þarna kemur hörku færi, Aron Gauti. Það er þarna fínt færi, boltinn af Bjarka og út af. Við finnum út úr þessu með mark nr. 2 eftir, skiptir kannski litlu máli núna, staðan 3-1. Við sýnist heimamenn, nei, káamenn, kemur skalli, vel gert, Bjarki bjargar á línu, það liggur maður eftir, sér ekki hvað þetta er, jú, það er nú ekki margir sem komið til greina, við sýnist þetta að vera Archie sem liggur þarna eftir og mér sýnist Túfa vera að fara að gera skiptingu, Almar er að gera sér kláran, býður aðeins til þess að sjá hver staðan er hjá Archie hérna. Archie, já, ég held bara mistið sig þegar þeir fóru upp í skallegin við hana. En Bjarki gerði vel, var á línunni, þeir áttu ekki, sá ég hver átti skallan, mér sýndist að vera, hvort það var Hákon
sem átti skallan hann eftir horn og Bjarki vel staðsettur á línunni og hreinsaði þetta frá. Þessi stemdi bara inn. Archie haltraði hérna út af. Þeir gerir ekki bara skiptinguna þannig að Archie fari út af. Mér sýnist það. Mér sýnist Helgi bara að segja að hann sé off. Hann greinilega snýri sig hérna þegar þeir stukku upp. Almar kemur bara inn á miðuna fyrir Archie með Frimma. Fóðu reynsluna í Almar inn á miðuna. Og Ásgeir skila boltanum tilbaka. Dómarinn stoppaði leikinn. Þannig að verða hlúa að Archie en boltinn kominn aftur í gang. Ondo teflir hérna tæpasta, spila tilbaka. Elli pressar vel. Aron kemur og skalla hennar bolta. Það er búið að vera fínn bragur á liðinni hérna í seinni hálfleik. Allt annað að sjá og bara menn er búin að vera sterkir, nýta færin. Kemur langur bolti fram, sýnir ég veit, jú, Selko kemur þarna fram fyrir Davíð. Davíð heldur bara. Fær aðstoð hjá Bjarka, þeir spila út. Upp honum á fjær, Kristján mættur. Aron Gauti með skemmtilega hjólaspyrnu en boltinn enda hjá Bjarka. Bjarki upp á Geira og sýnist Geira alltaf langan á Hallgrím. Ondo tekur boltan, veit ekki á Hallgrími en sleppur með þetta. Nú er pressan, já, KM ánægður með þetta, menn pressa er ekkert að falla of mikið tilbaka, heldur pressum bara hátt á völlin. Aron, nei, Bjarki fyrirgefiði, sendir á spila hérna með Almari en heimamenn vinna boltan. Davíð losa bara einn út af hérna. Það er að styttast í þessu. Heimamenn koma aðeins ofar af völlin núna. Þau eru að fá mark í eina leik. Selko, Aron með þetta undir kontról allan tíman, aldrei spurning. Davíð var í bakinn á honum, Selko gerir vel nær fínu skoti en Aron sem fyrr öruggur í sínum aðgerðum sparkar hér upp. Elvar tekur hennar bolta bara niður, virkilega vel gert. Rúlar hann að Geira, Geiri og Almar. Smá miskilningur Almar og Elvar er þarna. Almar held að Elli ætlaði að stinga sér í gegn. Davíð gerir vel, fær aukaspyrnu, Hákon fer aðeins í lappirnar á honum. Þess má geta að það er einn leikur í gangi, annar núna Keflavík er að vinna Leikni Fáskursfirði 1-0 og var það Sigurbergur Elísson sem skoraði. Keflingar hafa saknað hans aðeins í seinni umferðinni, hann hefur búinn að vera meiddur en hann er mættur og byrjar náttúrulega bara á marki, það er ekkert að vera að spara það. Kristján með boltan, gerir vel, kemur á Hallgrím. Kemur Hallgrímur með hann upp í hornið, aðeins og laus, Ingi gerir vel. Stjáni vinnur vel. Kallum er ekkert mikið fyrir að senda hann langt, hann erðu. Kemur bakhrinding, já. Kristján slapp vel, þarna náði stöðunni. Og þá er ekki hægt annað en að dæma bakhrindingu á þetta. Kemur eitt langur upp í hornið á Hallgrím. Hallgrím heldur honum. Finnur hann í lappir og Ella. Ekki í fyrsta skipti sem þeir gera þetta saman. Kristján upp á Hallgrím. Hallgrímur á Elvar. Elvar komin inn í teginn, kemur hann fyrir. Rennur. Og Almar með dauðafæri, gott skot en stórkostleg markvarsla.
Úrós með frábæra markvörslu og við fáum enn eitt hornið hér í seinni hálfleiknum. Það er Hallgrímur sem er komin út núna vinstra megin, tekur þetta. Kemur hann á nærsvæðið, heimamenn hreinsa þetta. Selko fær hann í lappir með Bjarka í bakinu, gerir vel, snýr. Bjarki tekur þarna brot. Þetta er ekkert annað en gult spjald. Ég held að þetta hafi bara verið professional foul hjá Bjarka, ekkert við þess að gera. Komið í uppbótartíma, 90 mínútur, klukkan stopp. Við að vinna 3-1. Ég hef ekki grænan grun hverju dómari bætti við, en vonandi skiptir það litlu máli. Fyrirgjöfin, það er Dóri sem mætir þessu. Almar kemst af stað. Hallgrímur. Kallum spila hérna upp. Elli og Hallgrímur vinna saman. Elli og Hallgrím. Hallgrímur setur henni í gegn og Elli komin í gegn og Elli skorar. 4-1. Frábært spil hjá þeim völurum Grímsa og Ella sem enda með því að Elli sleppur aleinn í gegn. Rennir honum fram hjá markmannum. Virkilega vel gert. 4-1. Ég erum konni með 4 stiga fórskot á toppnum eftir þennan leik. Þetta var frábært spil hérna upp vinstri kantinn og eins og oft áður í sumar þá finnur Hallgrímur Elvar Árna í gegn. Og þetta var nú bara síðasta snerting leiksins sem Elvar átti hérna. Leikurinn endar 4-1 og virkilega góður seinni hálfleikur og gaman að sjá mörg nýja andlit í liðin í dag sem stóðu sig bara vel. Gaman að sjá hópurinn allur notaður. Túfa gerði að ég held 9 breytingar á liðinu fyrir leik. Og þannig að það er bara frábært að menn nýti tækifæri vel eins og ég gerði í dag. Ég ætla að henda í mann leiksins og ég ætla að henda því á Ásgeir sem var hljóp hér eins og enginn var í morgundagurinn og á þátt hérna í einu marki. Vissulega komið þeir vel, margir stóðu sér vel. Davíð, Kallum bara voru frábærir í hafsendunum, en frábær sigur okkar manna, konum í 4 stiga fórskot á toppnum og gaman að þessu. Ég læt þetta duga í bili. Takk fyrir í dag.